En ef að tala, sko, þú ert nú, held ég bara önnum kafinn staðan við að mótmæla því að þú ert búin að vera í mótmælum við þinghúsið bæði, held ég, miðvikudag og laugardag. Já, þetta svona klikkaði tíma sem við lifum og svolítið skrítið að vera að gefa út bók og maður vil stundum gleyma því að maður sé að gefa út bók því að náttúrulega manni svíður að sjá hvernig þetta allt farið, sko, og hvernig landið liggur einhvern veginn eftir í rústum. Ef ekki túlkað bara í kvæði sem þú ert búin að setja saman? Jú, ég gerði svona uppsögðu upp úr Íslandi landið. Já. Og það hljómar svona: Ísland stjórnlaust, því enginn því stjórnar. Ísland fleki af dýrustu gerð. Ísland landið sem flokkurinn fórnar. Ísland á reki í sjónum þú sérð. Ísland í forsetans orðana skrúði. Ísland sem bankana auðmönnum gaf. Ísland sem sonana afrekum trúði. Ísland land sem á verðinum svaf. Íslensk þjóðin sem allt fyrir greiðir. Íslensk krónan sem fellur hvern dag. Íslensk höndin sem afvega leiðir. Íslensk trúin, það kemst allt í lag. Íslensk bjart sína alheimsku vissan íslenskan sigur í sérhverri þraut. Og íslensk góðæris átveislu hrissan sem íslenskan lepur nú kreppunar graut. Ísland landið sem öllu vill gleyma, sem Ísland á annara hlut hefur gert. Íslenska þjóð, þér var ætlað að geyma hið íslenska nafn sem þú hefur nú svert. Íslandi stýra nú altómir sjóðir. Ísland nú gengur við bettlandi staf. Að Íslandi sækja nú alls konar þjóðir. Ísland sokkið í skuldana haf. Þetta mjög sorglegt. En þú ætlar alltaf fram að mótmæla? Já, ég held að, sko, mér finnst það eins og að ríkisstjórnin verður nú að fara að gera eitthvað, hún verður að fara að fórna einhverjum mönnum með að gera eitthvað, því að ef hún ætlar ekki stríð við þjóðina. Já, þér finnst traustið allt vera horfið? Já, og það náttúrulega bara eins og þú og fleiri hafa sagt og allir erlendi fjölmiðlamenn sem hafa fjallað þetta, þeir eru náttúrulega gáttaðir á því að hér heilt hagkerfi farið í rúst og landið orðið gjaldþrota en enginn hefur sagt að sér ennþá. Það er náttúrulega ótrúlegt.